Komið sæl og velkomin að skjánum. Nú ætlum við að líta á aðra aðferð við að leysa jöfnur. Það er aðferð sem hægt er að kalla miða aðferðina. Hún er svolítið frábrugðin því sem ég hef sýnt ykkur áður, en það getur verið gott að kunna þessa aðferð því að stundum er hún bara miklu fljótlegri en hinnar leiðirnar. Hún sem sagt felst í því að í staðinn fyrir að vera að færa yfir samansmerkið, þá reynir maður kannski að horfa í jöfnuna og meta hvað x getur hugsanlega verið. Ekki prófa sig áfram í einhverju svona tilgangslausum prófunum. Heldur reynum að gera þetta skipulega. Við ætlum að taka með ykkur 2 dæmi. Hérna er jafnan 8 plus 2x jafnt á 20 og við ætlum ekki að færa 8 yfir eins og við hefum gert áður. Heldur ætlum að skoða, 8 plus hvað er jafnt á 20. Við getum sett miða yfir 2x. Þá erum við fljóta að sjá, 8 plus 12 eru 20. Þannig að þessi 2x, eða það sem er undir miðanum, hlýtur að vera jafnt á 12. Og þess vegna get ég skrifa það hjá mér hérna til hliðar. 2x er jafnt á 12. Og ég get aftur séð þá að þetta er nú tiltölulega einfalt, tvisvar sinnum hvað er jafnt á 12. Þannig að ég er búin að finna út úr því að x hlýtur að vera 6. Án þess að vera að færa 8 yfir og deila með 2 eins og við hefum gert með hinni aðferðinni. Og síðan get ég náttúrulega að prófa svarið mitt alltaf að lokum og það hvort þetta sé rétt. 8 plus 2 sem er 6, það er jú vissulega 20. Nú ég veit að þetta var frekar einföld jafna, en ég ætla að sýna ykkur þessa aðferð á jöfnu sem er kannski aðeins flóknari, eða lítur út fyrir að vera aðeins flóknari. Hérna er sem sagt lausnin prófið og það kemur í ljós að þetta gengur upp. En kíkjum á hitt dæmið. Að það lítur svona út. Passið ykkur nú að detta ekki af stólnum, þetta er ekki það hættulegt. Ef við notum þessa miða aðferð, þá get ég byrjað að spyrja sjálf á mig, 7 mínus hvað er jafnt á 5. Og set þá miða yfir allt raslið þarna. Þá sé ég að það sem er undir miðanum, sem sagt 6 plus x deilt með 1, að það verður að vera jafnt á 2, vegna þess að 7 mínus 2 er jafnt á 5. Og þess vegna get ég skrifað hjá mér að þessi jafna gildi núna, 6 deilt með nefnarann með x plus 1 er jafnt á 2. Og þá held ég áfram að skoða bara þetta stykki hérna og athuga núna, 6 deilt með hverju er jafnt á 2. Og þá sé ég að 6 deilt með 3 er jafnt á 2. Þannig að núna veit ég að það sem er undir miðanum, hérna það sem blikkar þristurinn undir þessum miða, að þar er gildið og því sem þar stendur jafnt á 3. Og þess vegna get ég skrifað hjá mig, það sem er undir telleranum, undir 6-unni, undir miðanum, x plus 1 er jafnt á 3. Og þá er orðið auðvelt að sjá hvað x-ið þarf að vera til þess að það gangi upp. X-ið þarf vissulega að vera 2. Og þið eru búin að líka að læra að reikna í réttri röð, þannig að það væri hægt að prófa svarið með að setja 2 inn í upphaflegu jöfnuna og reikna þá í réttri röð og athuga hvort það komi ekki örugglega út 5. En þetta er sem sagt aðferðin sem kallast miða aðferðin og þið getið prófað að nota hana á nokkur dæmi og ég mæli með því, jafnvel þó þið gætu leyst dæmið með hinum aðferðunum sem ég hef sýnt ykkur áður. Ég sakar ekki að kunna fleiri en eina aðferð. En segjum þetta gott í bili.